Já, góða kvöldið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn og í þessum þáttu verum við að fjalla hagsmunabaráttu leigjenda í hinu víða samhengi. Við höfum komið víða við undanfarna vikur og við erum til að mynda með fyrsta viðmælanda þáttarins hérna á línunni sem við ætlum að ræða við hérna eftir augnablik. En það er margt á seiði í leigjendamálum. Leigjendasamtökin sendu frá sér neyðarkall, lýstu yfir neyðarástandi á húsaleigumarkaðnum núna síðustu helgi og hvetja stjórnvöld til þess að setja bráðabirgðalög eða neyðarlög á húsaleigumarkaðinn til þess að lina þjáningar og neyð leigjenda á leigumarkaðnum. Nú við sjáum bara hvernig það framvindur allt saman. Leigjendum hefur verið boðið líka við pláss við borðið hjá stjórnvöldum í átakshópi forsætisráðherra þar sem að taka á til umræðu alls konar lausnir húsnæðisvandann. Nú leigjendur náðu að kreista fram aðkomu að þeim hópi sem fjallar málefni leigjenda. Nú það er þá vinna sem að fer núna af stað og leigjendasamtökin munu þá vera með fulltrúa sinn minnstakosti þegar rættur þessa þætti. Nú leigjendasamtökin sendu frá sér þessa grein á síðasta laugardag þar sem lýstu yfir neyðarástandi og það er tilkomið vegna ýmissa þátta. Það er til dæmis mjög fyrirsjáanlegt að núna þegar að líða fer á vorið og líða sumarið, ef að framferð sem horfið þá mun fjöldin allar af íbúðum sem núna eru á almenna leigumarkaðnum hverfin á Airbnb-markaðinn. Það er fyrirsjáanlegt að ástandi verði nokkurn veginn svipað eins og var hérna fyrir COVID. Eftir að COVID-faraldurinn skall hérna á með fullri þunga þá hafa horfið af Airbnb-markaðnum eða bæst við hinn almenna leigumarkaðinn kringum 2000 íbúðir og það er fyrirsjáanlegt að stór hluti af þeim fari aftur inn Airbnb-markaðinn og skapi þar með frekari neyð á markaðnum. Nú það eru líka teiknum að það komi hingað til landsins mikill fjöldi af farandverkafólki, hugsanlega allt upp undir 10.000 manns að vinna hérna í ferðaþjónustunni, einhvers staður þurfa þeirra að búa. Nú svo eru við svo lánsöm í þessu ríka landi að geta tekið á móti flóttamönnum frá Úkraínu og við þurfum að geta tekið á móti þeim með sómasamlegum hætti og ekki bara af göfulindi sem hellt ofan á hinn logandi leigumarkað. Nú stjórnvöld hafa staðið fram fyrir viðlíka ástæðum áður og í sögunni og þar hafa sveitarfélög og ríki haft ákveðin verkfæri sem það geta gripið til þess að svona skikka leigumarkaðinn þegar ástandi hefur verið með viðlíka hættu og nú. Nú Jón Rúnar Sveinsson sem kom hérna og opnaði rauninni þessa þáttaseríu með okkur hérna í janúar, hann er komin hérna aftur og við ætlum að ræða aðeins við hann hvernig sveitarfélög og ríki hafa getað með einhverjum hætti, löggjöf og reglugerðarsetningum geta komið að því að svona koma skikki ef að svo má koma á leigumarkaðinn. Vertu velkomin Jón Rúnar og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir það. Nú, við búum við svona neyðarástand á húsaleigumarkaðnum og það er ekki fyrsta skipti sem hefur verið neyðarástand á leigumarkaðnum. Hvernig hefur í gegnum tíðina svona, þegar svona aðstæður hafa skapast, hvernig hafa stjórnvöld og sveitarfélög geta tekið í taumana? Jú, þetta er löng saga og hérna það er ýmislegt verið gert. Ég var aðeins að rifja í dag þar sem ég sjálfur skrifaði nú fyrir löngu síðan 85-6 þá kom frá mér og hérna félaga mínum bók húsnæðiskerfi og ég hafði þar fjallað svolítið sögu leigumarkaðar en svo ég byrjaði þá í fyrra stríðinu sem var ansi langt aftur, rúmlega 100 ár sko. Það skapaðist neyðarástand, það var gífurleg verðbólga, það var verðlaði fimmfaldaðist á nokkrum árum og húsnæðisverði rauku og menn fóru að kaupa og selja húsnæði og síðan að leigja það út á miklu hærra verði og þá grípu bæjarbyggðin Reykjavík inn í málið. Það var maður sem ég held að hann hafi frekar íhaldssamur, Knut Siemsen,
hann var borgarstjóri og það strax þá haust 1916 þá voru sett gerð drög af sem sagt bráðabirgðalögum og þau eru síðan samþykkt fyrir ekki að ríkisstjórnin setur bráðabirgðalög strax vorið 1917 þá starfaði Alþingi á sumrin og semst að það ráð svo mikið á að þau gátu ekki beðið þangað til þingi kæmi saman en að það er sett bráðabirgðalög og þau eru býsna hörð og það er til dæmis sett húsaleigunefnd og það má taka húsnæði í leiguna og maður veit ekki hvað og hvað og upp úr því eru stofnun þarna fara húseigendur að stofna sín fyrstu samtök til þess að vinna gegn þessum lögum og það gengur heilmikið á og ég skoða Þannig að húseigendur bregðar svolítið við þessu að sveitafélagið skuli vera með íhlutun á húsnæðismarkaðnum. Undir illa þessum húsaleigulögum og þau voru bara býsna hörð því að það mátti taka húsnæði eignarnámi og síðan eftir 1920, svona 23-24 þá er það nú farið að skána ástandið, þá er liðnað á húsaleigugunum og húsaleigunefndin sem þá starfaði, hún felldi allt í allt 1500 úrskurði og þessum tíma var íbúafjöldin ekki mjög hár í Reykjavík og 27 sinnum var beitt hérna ákvæðinu það að taka húsnæði eignarnámi og þá leiðenda. Þannig að þetta var í fyrra stríðinu og í seinna stríðinu þá byrjaði menn að setja lög strax áður en að raunverulega stríðið er byrjað. Það menn búast við eitthvað sem fari í gang og það er raunverulega tilbúin lög strax 1939. Síðan á stríðsárunum er mjög mikið oft gripið inn í með bráðabirgðalögum. Þegar þingi satt ekki, þá þurfti að setja bráðabirgðalög og síðan sem að setna er síðan samþykkt í þinginu og húsalögin verða mjög ströng og það er kveðið á það er bannað að segja upp, að bannað að hækka húsaleigu og húsaleigunefnd er stofnuð sem að sinnir þessum málum og hún má taka húsnæði eignarnámi og allt þetta er gert í einhverju mæli. Þetta er í seinna stríðinu. Á þessum millibilsárum 1926 til 1938 þegar að fara að huga þessum málum þá svona ríkir ákveðið jafnvægi og er ekki þörf fyrir þetta og þess að húsaleigunefnd kannski starfa ekki eins miklu krafti eins og byrjar þarna aftur. Lögin eru síðan Alþingi 26 samþykkir að afnema lögin og fallur gildi 27 sko. Það er svona, má segja, það er náttúrulega á þeim tíma sjálfstæðisflokkurinn forverinn, íhaldsflokkurinn einn í ríkisstjórn og þannig að þetta gerist á þeirra vakt að þeir afnema þessu lög og þarna er Alþýðuflokkurinn að koma inn og Framsóknarflokkurinn er nokkuð sterkur og þeir vinna gegn þessu. Þetta er svolítið athyglisvert að síðan 27 þá kemur stjórn, raunverulega fyrsta vinterstjórn, Framsóknarflokkurinn við stuðningi Alþýðuflokksins, þá er búið að gera þetta. En sem sagt, þriðji áratugurinn var náttúrulega svona efnahagslegur uppgangur og til dæmis mjög merkilegt að verðbólgan sem hafi verið á árum fyrrastríðsins, hún bara hjaðnaði, sem hefur ekki gerst síðan, að hafi verið nein verðhjöðnuna ráði. Síðan náttúrulega skellur kreppan á 1929, þá breytast náttúrulega aðstæðurnar. Þá fer að vera erfitt og mikið atvinnuleysi og allt það. Nú þá koma verkamannabústandi koma þarna inn í byrjun þessa áratugar en kannski ekki svo alveg mikið byggt strax. En það er náttúrulega eins og við ræddum saman fyrir helgi að þá er náttúrulega sérstakar aðstæður upp í stríðinu, það er mikil húsnæðisskortur, það allt í nú verður hérna stórt og mikið setulið og þú í samtali okkar í síðustu viku nefnir þú einmitt að officerarnir bresku þeir sóttu í húsnæði, svona almennt húsnæði Reykjavík var sem sagt eitthvað þessu löggjöf mætt til þess að vernda íslenska leigjendur eða var þetta til þess að hversu eðlis þessar húsaleigulaga sem voru setta fyrir stríðið eða í stríðinu? Réttarnir taka eitthvað húsnæði sko, en almenna hermennirnir það voru byrði braggar fyrir þá sko, en kannski þessir yfirmennirnir fengu þá húsnæði. Ég hef það ekki að reyna hvað þetta var mikið,
en sem sagt, það bara aðstreymi í bæinu eykst mjög mikið, sem sagt að þetta kallar alveg mikla, allt í einu fær fólk vinnu hjá Hernum og það mikil vinna og svo fara nú húsbyggingar líka eitthvað á stað, þannig að þó það kannski ekki eins mikið eins og þurfti og síðan náttúrulega það þekkt sem að gerist eftir stríðið að þegar herum fer þá eru braggarnir notaðir til búsetu fyrir húsnæðisbreytt fólk. Það getur nú jafnvel verið sko þegar Bretarnir fara að þá þeir fara og Bandaríkin taka við sem sagt hersetu Íslands og bresku hermenni hverfa einhverju leyti burt og þá hafi strax braggar losnað. Þetta nú verið, þessu hefur lýst mjög vel í sagnfræðirit eftir Egger Thor Bernharðsson sem að fjallar sem sagt braggabyggðina og þetta var mikið saga sem að gekk náttúrulega lengi því að síðustu braggarnir ekki að tæmast fyrir en hvað 1960 eitthvað sko. Já, einmitt, þetta hefur mikil áhrif. Nú, svo líða stríðsárin og þá tekur þessi miklu braggabyggð við eftir stríðið og skapar hálfgerð svona fátækrahverfi og svo byggist Breiðholtið upp og svo erum við komin svona upp undir 1970 loka 7. áratugurins eða 8. áratugurins, þá eru leigjendasamtökin stofnuð og þá hvernig ástand, ríkir þá eitthvað sérstakt ástand á húsnæðismarkaðnum sem að svona verður til þess að leigjendasamtökin eru stofnuð hann 1978? Það náttúrulega verðbólguholskeflarinn byrjuðu sko þegar 50% verðbólgu á ári, það var 50% verðbólga svona frá alveg frá 77 til 8, til minnst 40-50% og náttúrulega fór upp í yfir 80% af 83, þetta var mjög sérstakt ástand og skortur og leigu og húsnæði það út af fyrir sig það var þó nokkuð mikið verðbólgu árunum þá mjög mikið byggt þarna við cirka 75-80 þá þrátt verið allt sem sagt mikið aukning á íbúðarbyggingum almennt sko. Jafnvel þó að lánakerfið sé slakt, það einhver leyti menn að byggja til þess að forða peningunum undan verðbólgan og allt sko, en síðan koma leigjendasamtökin eru stofnuð 1978 og það sem sagt frumkvæði ákvæðina fólksbara sem á leigumarkaði mikill frömmur í þessum málum þá var formaður sem Jón Kjartansson Pálmálti sem var síðan formaður samtakanum mjög lengi og samtökin fengu stuðning frá verkalýðshreyfingunni og síðan semst ekki síst að gerist það að þarna 78 þá verða mikil verðabyrði í pólitíkinni og ríkisstjórn helmingaskiptastjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks fellur og í staðinn kemur sem sagt stjórn með þessum A-flokkarnir Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag eru með, reynda með Framsókn líka en Alþýðuflokksmaður er félagsmálaráðherra Magnús Magnússon og það bara orðið við kröfu og beiðni leigjendasamtakanna að sitja húsaleigulög og það gengur tiltölulega fljótt, þannig að þau eru samþykkt vorið 1979 og sá sem að konum mjög mikið af því var Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður, hann lagði mjög verið að enda á þessa löggjöf. Já, hann svona einn af þeim sem að lagði þessa hotsteinana þessari löggjöf sem við búum þó við í dag. Nú, svo líður fram yfir áratugamótin og við komum inn á 9. áratuginn. Það líka mikil verðbólga á þessum árum og húsaleiga hækkar mikið. 1983 þá verða ákveðin svona vatnaskil í umræðinni og leigjendasamtökin fara að hafa orð á því að það þurfa að setja ákveðin lög til þess að koma í veg fyrir stigvaxandi hækkun á húsaleigu. Hvernig var það til? Jú, það sem nefndi á þarna kerði verðbólgan þverbak og fór upp í áskonundandi fór hún upp í 83% en þannig vorið 83 eða mældir sem þetta verðbólgu hraðan þá var hann upp í 10% mánuði sem hefði það orðið 120% ári en þannig það og sko það giltu ákvæði hvað mætti hækka húsaleigu mikið
sem var nú kannski svolítið undir hælilegt hvort það var fylgt. En það sem lá til grundvallar var húsnæðisliður vísitölu framfærslukostnaðar sem Hagstofan reiknaði og reiknaði reynda mjög lágt því að húsnæðisliðurinn var ekki um eitthvað 10%. En síðan var þetta einhver aðferðafræði í þessu þannig að þessi hækkun kom til framkvæmda mjög miklu leyti á einum ákveðnum tímapunkti sem var þarna í apríl í 83, þá átti leigan að hækka eitthvað 51% á einu bretti og það var náttúrulega dálítið mikið högg fyrir leigjendur. Þannig þá var til þess að stjórn Leigjendasamtaka tók til starfa í þessu máli. Nú ég var í stjórn Leigjendasamtaka þessum tíma, hafði vilstarinn þarna sumarið. Hafði ætlað mér fyrst og fremst að sinna rannsóknum og fræðimennsku en þarna gerðist maður svolítið aktivisti í þessu. Þannig að þetta gerist þarna í byrjun apríl og við fórum þarna í stjórn Leigjendasamtakann og töluðum við Svava Gestsson sem þá var félagsmálaráðherra, formaður Alþýðubandalagsins líka og hann tók málið til athugunar og semst að Hagstofa Íslands taldist þá vera sérstakt ráðuneyti og gera það ennþá, ég man það ekki alveg gjörla, en Hagstofan sem slík heyrði undir þáverandi forsætisráðherra Gunnar Thoroddsen sem hafði farið úr röðu Sjálfstæðisflokksins til þess að mynda þessa stjórn með Alþýðuflokknum og með Alþýðubandalaginu og Framsóknarflokknum og þetta alltaf þannig að það eru sett bráðabirgðalög sem sagt í nafni Gunnars Thoroddsen það sem að fyrsta lögin takmarka hvað megi hækka mikið og síðan eru setti ákvæði að hér eftir skuli húsaleigan fylgja þessum ákvæðum sem að þessi lög segja til og Hagstofan raunlega falið að rekna þá einhvers konar nýja vísitölu sem húsaleiguvísitala. Og það þá vísitala sem að fjallar leiguverðið eða hækkununa á húsaleigu? Já, það nú segir til hvað megi hækka leiguna mikið og þetta eru bráðabirgðalög og síðan eru þau síðan staðfest á Alþingi þarna þegar það kemur saman. Þetta ákvæði var mikið lengi notað að ef þingi satt ekki þá mátti setja bráðabirgðalög sem að þingi verður síðan sem að gengir út frá því að þingi samþykki, sem að ríkisstjórnin hefur meirihluta. Þetta ekki lengur hægt að sé best veit, setja bráðabirgðalög og þannig að ef það þarf að setja, núna verður annarkvort að hraða lögum í gegnum þingið eins og það hefur nú verið gert, til dæmis þegar verið að setja lög á verkföll og svona, þá er bara hraðið í gegnum þingið. En bráðabirgðalög sem slík og ef þetta gerist að sumarlagi þá myndi þurfa að kalla þingi saman til þess að skyndilega til þess að setja lög. Það alveg spurning hvort að þetta gæti ekki komið sér vel stundum ef neyðar ástand er að skapast að setja svona lög en það getur verið tvíeggja vopn og því haldið fram að þeim hafi verið beitt of sterklega. Ótæpilega, eins og til dæmis að setja gera til þess að nota til að banna verkföll. Já. En svo hvað verður þessi lög? Svona áður við tölum svona þegar komum inn í 10. áratuginn. Hvað verður þessi bráðabirgðalög? Þau bara falla úr gildi það eftir stuttan tíma? Já, þau eru staðfest og síðan var þessi vísitölu að hún var notuð þó nokkuð lengi. Kann ekki að segja hvenær því hægt en semst Hagstofan birtir reglulega þessa vísitölu allavega held ég allan 10. áratuginn. Ok. Já, þetta áhugavert, en svo þegar við komum inn í 10. áratuginn, gerist þá einhver umræða húsaleigu og húsaleiguverð eða hækkun, einhver inngrip á hendi stjórnvalda á þeim tíma? Já, það náttúrulega gerð húsaleigulögin eru tekin til endurskoðunar 91-92 í samstjórn Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokks. Það frumkvæði félagsmálaráðuneytinu, Jóhanna Sigurðardóttir var þá félagsmálaráðherra
og sko það var nú fyrst leigjendasamtökin áttu fulltrúa í nefndinni. Jón frá Pálmholti var í nefndinni fyrir leigjendasamtökin og síðan Sigurður Helgi Guðjónsson frá Húseigendafélaginu sem var dálítið mikið í því að vinna í textanum. Hann var lögfræðingur og ég kom þarna sjálfur sem ég var það starfsmaður Húsnæðisstofnunar og var ritari nefndarinnar og þau fara ekki gegn, frumvarpið fer ekki gegn í fyrsta skiptið en svo í seinna skiptið. Þetta var náttúrulega ákveðna mála minnar því að Sjálfstæðisflokkurinn var nú kannski svolítið að verði hvað fer í gegn á hans vakt. Þannig að já. En voru í þessar endurskoðun að þínu mati voru þarna réttabætur fullnægjandi fyrir leigjendur eða var leigumarkaðurinn kannski ekki svona eins slæmur en svona í dag? Það var náttúrulega heldur verið ríkjandi þessi séreignastefna. Þarna eru náttúrulega 80% Íslendinga eignast sína séreign og það er kannski ekki svona einhver sérstakur leigumarkaður með stórum leigufélögum og svona. Þannig að í þessari endurskoðun húsaleigulagana 1991 og 2 náðist þá fram svona þar sem að þú myndir telja að vera ásættanlega niðurstaði fyrir leigjendur á þeim tíma? Það voru þarna ákveðna endurbætur, það var forgangsréttur leigjenda var aukinn og það var ýmislegt gert í sjálfu sér sko, en þetta er raunverulega löggjöf sem að kveður á svona réttarreglur sem gildi í þessum samskiptum og allt það. Og Húseigendafélagið taldi þeirra álega þeir alltaf segja að réttast að þessi leigjenda þegar hann allt og sterk og hún sé hann og svo sterk að enginn vilja leigja íbúðir en frá leigjendasamtökunum var þetta nú kannski annars sjónarmið. Jón frá Pálmholti var nú svolítið harða orður þarna oft árin á eftir og taldi þessi lög kannski vera of lin og sem sagt að Sigurður Helgi frá Húseigendafélaginu hefði kannski komið einhverju gegn sem hefði ekki átt að vera þarna. Þannig kannski var langt að það út í það. En sko staða leigjenda, hún er alltaf slæm, hún er misslæm, hún er kannski stundum aðeins skárri. Þannig að þessi áratugur var kannski má líta á það að þarna verkamannabústaðkerfið var orðið nokkuð stór. Það var allt yfir 6.000 íbúðir í verkamannabústaðkerfinu eða eignaríbúð, félagslegum eignaríbúðum eins og var breytt nafn þarna svona formlega 1990 en sko það var alltaf töluvert mikil íbúðavelta innan verkamannabústaðkerfisins. Ég held í muni það rétt að það var það í nokkur ár 800 fjölskyldur sem árlega sem gátu fengið íbúðir innan kerfisins vegna þess að það var bæði verið að byggja eitthvað nýtt en síðan líka ákveðin velta í kerfinu. Já, fólk að fara inn á séreignamarkaðinn og svona. Já, þannig að svo nokkuð stór hópur fékk sinni íbúðar fullnægt innan verkamannabústaðarkerfis. Síðan náttúrulega líka hafði komið löggjöf þarna 1990, ný löggjöf félagslegar úr þessu byggingarfræði verkamanna sem svo nefndur og það er útvíkkun meiri lánaheimildir og Jóhanna Sigurðardóttir, hún skipar þarna nefnd 1990 þar sem hún tekur inn ýmis félagasamtök, þar á meðal leigjendasamtökin. Það var voru samtök stofnuð sem að Reynir Ingibjartsson sem var nú framkvæmdastjóri og frumkvöðull í Búseta hafi forgöngu að það er stofnuð samstarfshópur sem ég kallaðist Þak yfir höfuðið. Þar voru leigjendasamtökin Búseti og félög aldraðra og námsmanna og öryrkja sem raunverulega ýmis félagasamtök sem töldu þörf á byggingu félagslegra íbúða sem væri ekki endilega eingöngu fyrir láglaunafólk eða félag í verkalýðsfélögum og síðan
fara þessir aðilar eins og búsetti og þessi félagasamtök að byggja töluvert mikið, svo ég nefni bara tölu að á þessum Jóhannu árum, 92-3, þá er 40% af íbúðarbyggingunum orðnir af þessum félagslega grundvelli. Verkalýðshreyfingin hafi verið með þetta markmið að byggja þriðjung í félagslegu húsnæði, en þetta markmið næst þarna kannski 1 eða 2 ár, sko. Það kannski var framboðið vermir því að síðan líkur því tímabili og síðan komast aðrir valdhafar að sem að fara út í það að meira og minna slátra þessu félagslega kerfi. Já, það komið svo á ný sem að við ætlum að gera upp í öðrum þætti hvernig húsnæðismarkaðurinn að breytast þarna miðjan 10. áratuginn. En skilaboðin sem að þú ert að færa okkur með því að fara yfir ykkur 80 ára sögu eða 70 ára sögu lagasetninga fyrir húsaleigumarkaðinn bara svo að þetta hægt og þetta hefur verið gert. Það hefur verið ýmsar forsendur og ýmsar leiðir til þess, en þetta hlutur og verkfæri sem og hefur verið notað til þess að vernda leigjendur fyrir bæði okri og skorti og nýtingu á húsnæði. Jón Rúnar, ég vil þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar í kvöld og fræða okkur þessi mál, og við höfum örugglega eftir að heyra í þér síðar. Bara kæra þakki fyrir og vertu sæll. Takk fyrir, bless. Já, Jón Rúnar fór með okkur yfir söguna, hvernig lagabálkunum hefur verið beitt til þess að koma að skikja á leigumarkaðinn þegar hefur skapast neyðarástand. Hann fjallaði líka hvernig hvaða áhrif leigjendasamtökin hafa haft á hvernig unnið hefur verið úr svona málum. Leigjendasamtökin 1978 unnu gríðarlega mikið starf á 9. áratugnum við að koma málefnum og hagsmunum leigjenda fyrir í almennri umræðu og inn í pólitísku umræðu, og hafði mikil áhrif á hvernig umhverfi og laga umhverfi í kringum leigjendur skapaðist. Nú, við erum að fást við líka ástæður í dag, við líka aðstæður þar sem að leigumarkaðurinn mjög óhæminn og óregluvæddur. Nú, þetta eitthvað sem hefur breyst tiltölulega mikið á skömmun tíma, undanfarin svona 15-20 ár hefur orðið mikil eðlisbreyting á leigumarkaðnum. Nú, leigjendasamtökin telja fullt tilefni til þess að skoða lagaramman utan húsaleigumál, bæði hvernig hægt að nýta núverandi lagaramma til þess að auka réttindi og vægi hagsmuna leigjenda innan núverandi lagaramma, og hvað hægt að gera? Eru einhverja leiðir til þess að bæta úr lagaumhverfi fyrir leigjendur? Fyrrverandi stjórn leigjendasamtakanna fór í þessa vinnu og vann gríðarlega mikið og gott starf og hafði sér til fulltingis Gísla Tryggvason, lögfræðing sem vann þetta með á sín tíma. Hann komin hérna til okkar. Vertu velkomin, Gísli. Takk fyrir. Við vorum að tala við Jón Rúnar Sveinsson, við vorum að fara svona yfir hvernig löggjafinn, bæði sveitarfélög og ríki hafa tekið upp málefni leigjenda þegar að aðstæður hafa verið vísjaverðar, og það hefur verið beitt ýmsum verkfærum við að reyna að koma skikja á leigumarkaðinn. Nú, þú starfaðir á sín tíma töluvert mikið með þáverandi stjórn leigjendasamtakanna framundin 2019, og þið áttuð í samtali akkurat hvernig lagarammin og hvað þetta að gera. Hvernig getur þú sagt okkur aðeins frá því? Hver var svona samtalið ykkar á þessum tíma? Já, takk. Þetta var fróðlegt í talfæstir og ég þannig að horfa á þetta aftur til þess að glöggva mig betur á sögu húsnæðislöggjafar og leigulöggjafar. Forsagan nú kannski svo að þó ég hafi ekki beint starfað mikið í húsamálum eða húsaleigumálum, þá hef ég lengi starfað fyrir þá sem standa höllum fæti, launafólk þegar ég var framkvæmt fyrir BHM aldamótin og upp úr því, og síðan neytendur þegar ég var talsmaður neytenda í álíka langan tíma. Þar að segja í 15 ár var ég ráðgjafi og lobbyisti fyrir launafólk og neytendur. Þannig hef ég nú kannski verið með minn starfsferil áður en ég var sjálfstætt starfandi lögmaður,
að vera að vinna fyrir lítilmagnan, ef svo má segja. Og þess vegna brann það svolítið á mér þegar Hólmsteinn Brekkan, þáverandi formaður leigjendasamtakana, eða samtaka leigjenda, hafði samband fyrir nokkrum árum og hann var í einhverju samstarfi við verkalýðsfélögin, Eflingu og VR, en að lokum strandaði nú málið held ég annarkvort vegna áhugaleysis eða skorts á fjármagni. Og það sem við kannski náðum lengst með að okkar mati og viljum nú kynna aftur fyrir stjórnvöldum og verkalýðshreyfingu, ég og Gunnar Smári Egilsson, hvernig koma má á til dæmis leiguþaki sem samrýmist vel í íslensku lagakerfi. Það meðal annars til þess að við Íslendingar fækkum þeim ósiðum eða látum af þeim ósið að vera alltaf með neyðarlög eftir á þegar vandinn komin upp eins og eftir hrunið. Þá þurfti að vera að bjarga efnahag landsins, bönkunum og heimilunum að einhverju leyti þó að litlu væri. Og ég vil freka gera þetta eins og norrænar þjóðir nú kannski frægastar fyrir að koma upp góðu og stabílu lagakerfi og efnahagskerfi. Þannig að þurfi ekki alltaf að vera í þessum vertíðarbrag sem við erum að alltaf að vera að flýja undan vondu veðri eða slíku. Við getum alveg náð stjórn á þessu eins og öðru í efnahagsmálum og ég hef sem sagt samið í samráði við Hólmsteinn Brekkan tillögu sem ég held að sé fær leið til þess að koma á leiguþaki sem ekki svona afturvirkt eftir á út af neyð, heldur eitthvað varanlegt sem þróast. En segðu mér eitt núna, svo við séum með á sömu línu var þetta hugtöki. Nú vorum við að heyra oft svona hugtök, leigubremsa, leiguþak og mér finnst bara svona í umræðinu að fólk kannski veit ekki alveg hvað hvað og hver skilgreiningin á leiguþaki? Já, ég hef kannski ekki verið það mikið í húsnæðismálum að ég veit alveg hvort það fastmótuð hugtök. Íslendingar hafa hreinlega sinnt þessu málu svo lítið að það ekki einu sinni visst að lögfræðingar séu sammála hvað hvaða hugtak. Við notum hugtaki leiguþak og við vísum til þýska hugtaksins Mietbremse sem leiguþak, einhvers konar leigubremsa. En það má kannski segja að bremsa sé afturvirk og þegar hraðinn orðinn nú mikill þá bremsa maður. En þak eitthvað sem maður rekst upp í þegar maður á einhverju hreyfingu. En fyrst og fremst tilraun okkar að koma á kerfi sem kallar ekki á allt og mikla breytingar á íslenskum réttarhugtökum og réttarkerfi og nýtir fyrirliggjandi stofnanir. Það sé ekki verið að stofna nýtt skriffinskubátt, heldur nýta það sem til. Og þá erum við að reyna að hverfa frá því frjálshyggju sjónarmiði að það bara alltaf aðilar að semja þetta. Ég meina það eru 100 ár síðan Norðurlönd og tæp 100 ár síðan Íslendingar féllu frá því að launafólk og atvinnurekendur getur bara samið laun í frjálsum samningum og ég held að sé löngu komin tími á það að við sjáum að leigutaki og leigusali eru sjaldnast jafn réttháir. Þeir eru það stundum og stundum hallar auðvitað á leigusalan en oftast leigusalinn sá sterki og leigutakinn sá veikari sem þarf þá að vernda. Og ástæðan fyrir ég nefndi þennan bakgrunn minn að ég hef langa reynslu og áhuga á því að vinna fyrir þá sem þurfa vernd. Sumir þurfa enga vernd eins og bankarnir eða slíkir en þeir hafa kannski mestu verndina og flesta lögfræðingana. Við þurfum að vernda lítilmagnan og sérstaklega ef stefnt að því að hópur leigjenda verði stærri og ef hann auk þess stendur höllum fæti á öðru leyti ef hann börn eða öryrkjar eða útlenskir farandverkamenn, þá ennþá meiri ástæða til þess að vernda þennan hóp. Og í þessum tillögum nefndum við semst ekki bara þýska hugtaki leigubremsa, sem nú kannski ekki sett með ítalíni, heldur 2 norrænar leiðir, sænsku leiðina og norsku leiðina, og til þess að vera ekki að leggja til of róttækar breytingar á íslenskum lagaveruleika eins og til dæmis að eignarrétturinn hér mjög sterkur, þá völdum við norsku leiðina því hún var líkari því sem við erum vön. Því að maður veit alltaf hvaða söngur kemur þegar einhverjar réttarbætur eru lagðar til fyrir þá sem hafa höllum fæti standa, þá talað
mikilvægi frjálshyggju og frjálsarsamninga og eignaréttar og allt þetta nýtur mikillar verndar og virðingar í íslensku samfélagi en hitt nýtur minni verndar og virðingar, það hvernig á að passa upp á þá sem öllum fæti standa. Já, nú hefur, eins og Jón Rúnar fór hérna yfir með okkur áðan, þá hefur sveitarfélag og ríki að löggjöfin hefur haft verkfæri til þess að grípa inn í og þú segir þetta eins og réttilega, þetta ósiður að þurfa alltaf að vera að ausa bátinn í staðinn fyrir að setja negluna bara í. En þú vilt meina að það séu tillögur sem auðvelt að sauma inn í núverandi laga og umhverfi án þess að verði einhvers konar kalli á einhver ægileg viðbrögð frá húseigundum eða öðrum sem að vilja meina að sé gengið á eignarréttin. Það sé hægt að gera það innan þessa umhverfis en á sama tíma koma á móts við leigjendur og þeirra aðstæður með þeim hættir sem að þeir eiga skilið. Já, ég meina viðbrögðin koma örugglega, hinir sterku munu alltaf bregðast við og vernda sína hagsmuni, en ég bara að undirbúa að það sé auðveldara að svara þeim og sem ákvæði í húsaleigulögum sem þú sendi mér hérna. Leigufjárhæðin skuli vera sanngjörn og eðlileg í garð beggja aðila. Þetta voru fallegu texti en hann hefur enga þýðingu ef það ekki skilgreint hvað sanngjarnt og hvar að byrja og hver að úrskurða það. Og það það sem við til dæmis leggjum til að til þess að gefa því einhvern inntak hvað sanngjarnt og eðlilegt, þá segjum við í lagatextanum sem við leggjum til leiguverð skal vera raunhæft og ekki bara raunhæft heldur raunhæft miðað við framfærsluþörf á hverjum tíma á þessu landi en ekki í Portúgal eða fyrir 50 árum. Leiguverð skal vera raunhæft miðað við framfærsluþörf og tekjur leigutaka og raunverulegan kostnað leigusala. Þarna gert tilraun og eða slæm eftir atvikum til þess að skilgreina hvað sanngjarnt og eðlilegt. Áður yrði löggjafinn sér bara að duga að segja sanngjarnt og eðlilegt og eldur hann sé laus allra mála. Og þar á ofan lagt til úrskurðarkerfi sem ekki kallar of mikið skrifstofubákn sem að leysir úr ágreiningi og myndar smám saman leiguviðmið eða leiguþak. Það sem norska leið. Já, þetta fyrst þú kemur inn á þetta, en það stendur til dæmis í lögum húsnæðismál, það var eitt af þessum ákvæðin sem ég vildi reifa við þig. Það í kafli húsnæðismál, verkefni sveitarfélaga. Það talað að sveitarfélag skulle halda út í húsnæðisnefndum sem eigi einmitt að hafa eftirlit með leigumarkaðnum og séu þá svona einhver leyti eins og við vitum að starfa mikið í Danmörku, þar eru húsnæðisnefndir eða svona svokallar læginefnu sem eru starfandi í flestum sveitarfélögum, þar sem að þú getur einmitt skotið ekki bara ágreiningi leka eða tryggingafé heldur líka bara hreinlega leiguverðið og kannski mesta púður í þessum leigunefndum hjá sveitarfélögum fyrir að úrskurðum leiguverð. Voru heldur þessar húsnæðisnefndir á sveitarfélögum hafi verið hugsaðar til þess að taka svona hlutverk? Ég þekki það ekki, það getur vel verið að vera hugsaðar þannig að það hefur ekki verið útfærðar, þannig að þetta algjörlega dauður bókstafur held ég í lögunum og ég man vall eftir að hafa heyrt húsnæðisnefndir í laganámi eða lögfræðistörfum heldur bara í einhverjum sagnstæði lestri. Eins og það sem fyrir viðmælandi var að tala um. En það sem við gerum hér til þess að koma með að okkar mati raunhæfa lausn á lagatæknilega lausn til þess að koma á leiguþaki að gera undantekningu frá þeirri meginreglu að yfirleitt eru úrskurðaraðilar bara að úrskurða svokallaðan réttarágreining. Hvað rétt? Þetta nú kannski erfitt að fara yfir án þess að menn séu lögfróðir, en þarna leggjum við til að úrskurðaraðilinn geti líka úrskurðað það sem heitir hagsmunaágreiningur. Ég tek oft dæmi að því ég starfaði töluvert á sviði vinnumarkaðar. Réttarágreiningur á vinnumarkaði til dæmis uppsögn lögleg eða ólögleg, en hagsmunaágreiningur hvað á þessi maður eða þessi stétt að fá í laun. Það pólitískur ágreiningur má eiginlega að segja. Hvað á að gilda, ekki hvað gildir. Þannig að til þess að koma á einhverju leiguþaki, þannig að þetta verði ekki einhver 5 manna nefnd eins og í búvörusamningum eða slíku, þá reynt að búa til stofnanakerfi, nýta fyrirliggjandi stofnanakerfi til þess að búa til réttarkerfi sem að leiðir til þess að einhvern leiguþak myndist
Þannig að það þurfi ekki alltaf að deila í hverju tilviki hvað réttlátt og eðlileg leiga fyrir svona húsnæði á þessum stað, þessum tíma. Já, Jón Rúnar nefnir að Hagstofan á sínum tíma hafi verið allavega í því hlutverki að fylgja eftir svona einhverju vísutölur sem átt að gilda fyrir hækkun húsalegu. Eru stofnanir, hvaða stofnanir sér þú hérna í samfélaginu okkar sem að gætu hugsanlega tekið að sér að vera svona stofnanir sem að ræða forsendu fyrir leiguverði og fylgjast með því að leigumarkaðurinn starfi á einmitt forsendu beggja bæði leigusala og leigjenda? Já, ég meina það má nýta fullt af fyrirliggjandi stofnunum. Ég vil þó að sumar hafa verið lagðar niður eins og þjóðastofnun og þjóðskrá eins og hún í dag og auðvitað batteri í verkalýðshreyfingarinn. Það má ekki bara treysta á ríkisstofnanir, heldur líka fjármagn og félagsmagn verkalýðshreyfingarinnar, þannig að það komi eitthvað mótvægi við embættismannakerfið og þá sem halda á auðmagninu, ef svo má segja. Síðan leggjum við til að kærunefnd húsamála fái lykilhlutverk þarna til þess að sé ekki verið að búa til fleiri úrskurðaraðila og það bara þá verið að tala um að styrkja þá nefnd og nýta meira. Og þá sem þess að ég nefndi, ekki bara úrskurða réttarágreining sem venjan, heldur líka þennan hagsmunaágreining þangað til að komið á eitthvað viðmið. Akkurat. Það gríðarlega mikill, hvað maður að segja, bæði þekking og fróðlegur og mikil reynsla af einmitt réttarágreiningi á leigumarkaðnum sem að fyrirfinnst í 20 ára safni úrskurða hjá þessum tveimur nefndum. Fyrst var það kærunefnd húsaleigumála sem heitir nú kærunefnd húsamála og þar hægt að finna nánast dæmi eitthvað einasta ágreining sem uppgetur ísið á leigumarkaðnum og það náttúrulega ekki að þetta sækja þangan mikla reynslu og þekkingu á þessum efnum. En reyndar ekki leiguverð. Það eitt af því sem svona svolítið svona stóri fíllinn í stofunni. Það skuli ekki hafa verið meiri ágreininga leiguverð sem hefur ratað fyrir það af því að það undanþegið í lögunum í dag. Það svokallaður hagsmunaágreiningur sem ekki hægt að fá úrskurðum, en við erum að leggja til breytingar á því og að þessi nefnd taki líka sér að úrskurða þennan hagsmunaágreining hvert leiguverði eigi að vera til þess að koma þessu þakki á án þess að þurfa að gera einhverja kjarasamninga. Sænska leiðin sem við lögðum ekki til, hún meira svona kollektív, þar að segja að stórir aðilar eins og húseigendafélag og leigjendasamtök semji eðlilegt verð. Það væri líka að fara þá leiðin, ég held að vera erfiðar að selja hana Íslendingum. Já, enda sænsku leigjendasamtökin náttúrulega gríðarlega sterk og hafi verið til frá 100 ár og það ekki víða sem að leigjendasamtök starfa á sama grundvelli og í Svíþjóð. Ég held að það sé algjör undantekning. En hins vegar má líta til þess árangur sem að leigjendasamtökin hafa náð. Þau eru náttúrulega fyrst og fremst líka þjónustustofnun við leigjendur, ekki bara hagsmunasamtök. En það eru margar myndir af leigjendasamtökum í Evrópu og þau starfa á mismunandi forsendum, annars vegar sem bein hagsmuna og svona herská grasrótarsamtök, hagsmunasamtök og svo hagsmuna og þjónustusamtök. Í Danmörku þetta mikið til þjónustu aðilar sem að fólk reynilega bara borgar mánaðargjald til og á þá rétt á lögfræði aðstoð í minnskonar. Það kannski að man veit ekki hvert leigjendasamtökin íslensku þróast en sérðu fyrir þér að löggjafinn muni taka jákvætt í tillögur til breytinga á húsaleigulögunum? Já, ef ég reyna að vera bjartsýnn þá held ég að ég geti sagt já ef að verkalýðshreyfingin gerir þessar tillögur að sínum eða bætir þær og þrýstir á þær. En ég eftir 15 ára reynslu af því að lobbya fyrir hagsmunum þeirra sem veikar standa þá ég ekki eftir á þessi ríkisstjórn frekar en aðrar taki tillögum þessu ákveð. Baráttu og hálfgett stríð til að koma á umbótum fyrir lífsmarknað. Utan þær réttabætur sem ég tel að hafi komið frá Brussel eins og í umhverfis- og vinnumarkaðsmálum, þá eru allar umbætur fyrir launafólk og neytendur og öryrkja
eitthvað sem að verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir með verkföllum og þá má nefna fæðingarorlof og lífeyrisrétt og atvinnuleysistryggingar. Þannig að ég ekki bjartsýnn á þetta bara renni í gegn af því að stjórnvöld séu svo góð. Nei, en það hins vegar leigjendasamtökin hafa tekið sér með þessu stöðu ásamt vonandi verkalýðshreyfingunni og aðilum eins og þér sem hafa barist fyrir hagsmunum þeirra sem hafa kannski ekki eins mikinn vettvang til að láta sér heyra. Það vonandi að nú þessi samstæða og þessi vitund sem að vera til leiði til breytinga. En fyrst þú varst að nefna Brussel, geta leigjendur á Íslandi vænst einhvers konar hvað maður segja, jákvæðar breytinga á íslensku lagaumhverfi fyrir leigjendur? Er eitthvað að sækja þangað fyrir leigjendur? Ég er ekki sérfróður Evrópurétt og veit nú ekki til þess, en ég nefni þetta nú bara svona til þess að stríða. Ég veit að ég er að tala á róttækri stöð og ég veit bara að mjög margar réttarbætur á umhverfis, vinnumarkaðs- og neytendamálum hafa komið frá Brussel, en við erum náttúrulega ekki gert þannig að taka við þeim í bótt. Við erum ekki beinir aðilega, við erum aðilar í gegnum EES. En ég veit ekki hvort það er eitthvað sett að það er ekkit ólíklegt en þess að til dæmis samningalöggjöfin með ósanngjarna samningsskilmála, hún er af Evrópuréttartoga. Þannig að það getur vel verið að góður Evrópulögfræðingur geti fundið leiðir til þess. En við erum náttúrulega ekki fyrst og fremst að búa til spennandi verkefni fyrir lögfræðinga. Við erum að búa til kerfi sem að virkar fyrir almenning og náttúrulega líka leigu salana, þeir þurfa líka að vera sáttir þannig að verði eitthvað til leigu, bara eitthvað kerfi sem að fóðrar ekki lögfræðinga og dómstóla heldur hjálpar almenningi. Já, veitir fyrirsjáanleika, bæði fyrir fjárfesta og fyrir leigusala og veitir öryggi fyrir leigjendur. Já, mjög gott. Ég fagna þessum endur nýja krafti í samtöku leigjenda og hvað er þetta, rauða orðið? Já, samstöðin náttúrulega er þessi stóri vettvangur. Hvað þið sýnir gott og mikið frumkvæði í alls konar umbótamálum, þó ég hlusti nú ekki alltaf. Herðu, látum það vera loka orðin. Þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur og upplýsa ykkur það sem er hvað sér að vænta í þessum málum á næstunni. Þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur. Takk fyrir mig. Nú, við ætlum aðeins að líta yfir fréttir af hagsmunamálum leigjenda eftir augnablik. Já, við vorum rétt að enda við að tala við hann Gísla Tryggvason, lögfræðing sem var að fræða okkur hvers er að vænta núna í umræðinu breytt lagaumhverfi fyrir leigjendur. Nú, sagan segir okkur bara eftir að hafa hlustað á þess að 2 herramenn sem hafa mikla og djúpa innsýn inn í lagaumhverfi fyrir leigjendur að það er allt hægt til þess að koma skikki á leigumarkaðinn. Það er bara viljinn sem að gildir og leigjendasamtökin munu sjálfsögðu hvetja allt gott fólk til þess að róa því að koma skikki á leigumarkaðinn. Nú, en barátta og hagsmunabarátta leigjenda, hún er á fullu allan heim. Við hefum verið að fylgjast með hvað er að segja í kringum okkur. Ég var að lesa fréttir frá Washington DC í Bandaríkjunum
Þar tóku leigjendur sig til núna nýverið í Columbia hæðum í DC og hættu að borga húsaleigu. Þeir hættu að borga húsaleigu í nokkra mánuði sem var til þess að húseigandinn sem átti þarna nokkra blokkir í götunni eða í hverfinu, hann neyddist til þess að setja eignirnar á sölu, en ástæðan fyrir því að leigjendur hættu að borga húsaleigu var að hann ætlaði að hækka húsaleiguna nokkur 20% eftir að hafa fjárfest í eignunum. Hann setti eignirnar á sölu, en í Washington DC fylki, eða District of Columbia fylkinu í Bandaríkjunum, þar löggjöf sem að hvetur og aðstoðar leigjendur við að kaupa fasteignirnar sem þau búi í. Og ef að leigjendur vilja stofna sameigna-félög eða samvinnufélög og kaupa fjölbýlishúsin, þá ríkið tilbúið með lagaumhverfi og fjármögnun til þess að koma því á koppinn. Nú þetta tókst hjá þeim og núna leigjendur á Columbia hæðum í Washington DC eigendur í gegnum sameignar-félag eða samvinnufélag réttara sagt að fjölbýlishúsunum. Nú þarna skilaði þetta leiguverkfall, hættu að borga húsaleigu, þarna skilaði að þessum árangri þegar leigjendur bara standa saman og láta ekki ganga og vaða yfir sig með ósangjörnum hætti. Að því að munum bara að leigjendur við höfum þetta í hend okkar. Nú við töluðum það líka í síðasta þætti bara hvernig leigendamarkaðurinn eða leigumarkaðurinn sem við búum í dag, hvernig hann hefur orðið til. Við fórum yfir það lauslega hvernig frá 2005 að 63% af þessum 37.000 íbúðareiningum sem hafa komið inn á íslenskan fasteignamarkað eða húsnæðismarkað frá 2005, 63% af öllum þeim íbúðareiningum hafa enda hjá fólki sem hjá lögaðalum eða einstaklingum sem eiga fleiri en eina íbúð. Þannig að við skulum að hafa það bara hugfast að þetta eru staðreyndir sem að tala og segja okkur að 2/3 hluti allra íbúðaeininga sem hafa komið inn á íslenskan fasteignamarkað með 2005 eru ekki í eigu einstaklinga. Þarna segir okkur bara það hversu miklu eftir að slægjast á íslensku leigumarkaði þegar að baráttan hjá eignafólki og fjármagnsaðilum og lögaðilum að komast inn á húsnæðismarkaðinn til að skapa auð hversu mikil og hörð hún Nú við ætlum aðeins að fara yfir hvernig hefur tekist til í Barcelona eða í Katalóníu núna í lok þáttarins. Við töluðum við Enric Aragonés hérna fyrir mánuði síðan, hann sagði okkur frá hagsmunabaráttu leigjenda í Katalóníu, hvernig leigjendasamtökin þar knúðu í gegn breytingu á húsaleigulöggjöf vegna aðstæðna þar hefði leiga hækkað vegna innkomu stórra fjárfestingaaðila inn á leigumarkaðinn, fjárfestingaaðilar sjóðir sem hefur verið að kaupa upp húsnæði og stofna leigufélög og hefðu verið orðnir ráðandi á leigumarkaðinum og hækka húsaleigu. Leigjendasamtökin voru stofnuð 2017, börðust fyrir því að koma á leiguþaki og viðmiðunarverðum fyrir húsaleigu. Þetta tókst hjá þeim, þetta fór fyrir, var kosið með í þjóðaratkvæðagreiðslu í Katalóníu sumarið 2019 og samþykkt í september á þinginu 2020 og hefur verið í framkvæmd síðan. Ég fekk nýverið sent gögn frá Enric þar sem hann sýndi mér hvernig húsaleiga hefur lækkað í öllum þessum sveitafélögum sem hafa verið að vinna eftir þessu nýju löggjöf eða sett hann í framkvæmd vegna þess að það þurfa að vera upp á ákveðna aðstæður til þess að þessi lög virki. Það þarf að vera svokölluður svona, eins og að kalla húsnæðismarkaður undir þrýstingi. Ef að sveitafélög lýsa því verið að húsnæðismarkaður sé undir þrýstingi þá gilda þessi lög og þar sem þessi lög hefur verið tekin upp þar hefur húsaleiga lækkað og yfir 10% á þessu eina ári, sem segir okkur bara hversu mikið áunnist bæði með samtakamætti leigjenda og leigjenda löggjöf sem býr að því eða mótar stefnu í kringum að vernda hagsmuni og lífsviðurværi leigjenda. Nú þetta segir okkur enn einu sinni, þessi viðtölu þessar tvo herramenn, Jón Rúnar og Gísla,
þessa frásagnir frá félögum okkar í Bandaríkjunum og Barcelona að samtök leigjenda þau geta beitt sér og munu beita sér alltaf fyrir betra lífi og betra umhverfi fyrir leigjendur. Munum það, ég ætla að minna ykkur á að ganga í leigjendasamtökin, þið geti gert það inn á heimasíðu leigjendasamtakana sem er 222 leigjendasamtökin.is. Við skulum stofna og byggja upp þennan stóra og mikla og mikilvæga vettvang fyrir leigjendur. Ég heiti Guðmundur Hrafn, þið að vera að horfa á leigjendan, lífið á leigumarkaði. Við sjáumst á næsta þriðjudag. Takk fyrir mig.